Forsætisráðherra vill að handhafar forsetavalds hætti að fylgja forseta Íslands til og frá Leifsstöð í hvert sinn sem hann heldur utan í embættiserindum. Forsetaembættið leggst gegn því. Handhafar forsetavalds hafa þurft að fara allt að 70 sinnum í Leifsstöð á síðustu 2 árum til að veita forseta Íslands fylgd þegar hann heldur utan í embættiserindum eða kemur heim. Fylgdin hvorki bundin í almenn lög né stjórnarskrá. Forsætisráðherra vill leggja hana niður en forsetinn leggst gegn því. Þegar forsetinn fer úr landi eru handhafar forsetavalds forsætisráðherra, forseti Alþingis og forseti Hæstaréttar. Samkvæmt hefð sem ríkt hefur frá upphafi lýðveldis og sögð eiga rætur í dönskum konunglegum hefðum, fylgir einn af þeim forsetanum til Keflavíkur þegar hann fer úr landi í embættiserindum. Í dagskrá forsetans á heimasíðu embættisins kemur fram að hann hefur á síðustu 2 árum farið að minnstakosti 35 ferðir í embættiserindum, allt upp í 3 ferðir á mánuði. Þar eru því tíðar ferðir handhafa forsetavalds til Keflavíkur. Þetta eru nokkuð fleiri ferðir en í upphafi þessarar hefðar, þegar Ásgeir Ásgeirsson og Kristján Eldjárn fóru það bil 1 ferð á ári til útlanda. Fyrir 2 áratugum festist sú venja í sessi að forsætisráðherra sinnir ekki þessari fylgd lengur. Mun það vera forseti Hæstaréttar sem oftast fer. Fylgdin fer þannig fram að bílstjóri sækir handhafa forsetavalds, forseta Alþingis eða forseta Hæstaréttar eftir atvikum og hann fer í lögreglufylgd á eftir forsetabílnum til Keflavíkur. Þegar þangað er komið farið í gegnum vopnaleit og öryggisskoðun og svo fylgir handhafinn forsetanum út að hliði og bíður þar til forsetinn farinn í loftið. Eftir það fer hann í lögreglufylgd aftur tilbaka. Þegar forsetinn kemur aftur til landsins þarf annað hvort þeirra að fara út á flugvöll og bíða við landganginn þar til forsetinn kemur og fylgja honum að forsetabílnum. Eftir að ferðir forsetans fóru að vera svo tíðar sem raun ber vitni varð fyrirkomulagið mjög þungt í vöfum, enda annir miklar fyrir forseta Alþingis og Hæstaréttar. Bent á að fylgdin hafi í raun ekkert lögformlegt gildi, engin sérstök athöfn eða afhending valds á sér stað við þessa fylgd, hún er ekki bundin í almenn lög eða stjórnarskrá. Það er forsætisráðuneytið sem hefur fylgdin á sinni könnu. Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra hafði frumkvæðið því í fyrra að taka fylgdina til endurskoðunar. Lagði hún einfaldlega til að hún yrði lögð niður en lögreglustjóranum á Suðurnesjum yrði falið þetta hlutverk. Rökin eru meðal annars nákvæmari skráning á brottförum og komum forseta. Samkvæmt heimildum Fréttastofu lagðist forsetaembættið gegn þessum breytingum. Forsætisráðuneytið leggur áherslu á að breyta ekki fylgdinni nema í góðu samkomulagi við forsetann og það góða samkomulag hefur ekki náðst.